þá höldum við áfram með föstudagsþáttinn. Til mín kominn ungur maður, Kristófer Sigmarsson. Velkominn. Takk. Þú ert með skemmtilegt verkefni í gangi. Þú ert að leita að hæfileikum á Norðurlandi, ekki satt? Jú. Norðurlands gott talent. Já. Og þú ert búinn að fara, út allt nema á Akureyri og leita að efni. Já, sko það eru 25 svona bæir sem að fólk býra á Norðurlandinu. Já. Og ég fer í öll húsin og banka og spyr hvort að þeir sem hæfileika á staðnum. Já. Þetta svona skemmtileg hæfileikakeppni. Það allt ekki að bíða röð. Nei. Einu sem þú bíða eftir bara þegar ég er búinn með alla staðina, sko. Já. Ég þarf að fara sjálfur í húsin. Já. Og þegar það er búið, þá náttúrulega bara kemur að úrslitin og bara fólk heima getur kosið frítt. Já, já. Er þetta þannig að þú bankar upp á, fólk opnar og það þarf bara strax að vera með eitthvað? Sko. Eða færa smá umhugsunartíma eða? Ok, þið mega að vera með á staðnum, þá fara þeir bara í næsta þátt hjá mér. Já. Og þannig að ef þið eru með á staðnum, þá ef þið eru ekki með net, þá endilega bara taka þátt á staðnum þegar ég spyr. Já. Því að þá, ef þú kemst áfram þá þarf ég að koma aftur til þín fyrir næsta atriði. Ég skil. En ef þú vilt gera það sjálfur, gera þetta í vídeo sjálfur, þá eru fyrsta skiptið að segja bara þetta fyrir Norðurlandska talent og svo gera hæfileikan. Já. Ástæði fyrir því til þess að sanna þess að þetta er þú, ekki falskt vídeo á einhverjum öðrum einhvers staðar í heiminum. Já, þú verður að merkja þetta Norðurlands gott talent. Já, annars getur þú sendið inn hvað sem er. Annars getur bara sendið mig hvað sem er og bara svindla, þannig að það er líka. Og ertu búin að fá mikil viðbrögð, mörg vídeo og? Það eru mörg hús sem ég er búin að fara í. Já. Ég fór í öll húsin á Húsavík, það tók 2 daga. Að banka upp á Húsavík? Já, og það eru 9-10 klukkutímar á dag. Já. Varstu ekki orðinn lúinn? Ég var mjög þreyttur, en eins og ég segi, ég er hlaupari, svo þetta er bara eitthvað, það er svo gaman bara, og hitta fólkið og svoleiðis. Var fólk til í að spjalla og voru margir með atriði fyrir þig? Það er mjög lítið, það var enginn á Húsavík. Enginn á Húsavík, Þú veist, það er svona næstæðsti bærinn á Norðurlandinu, held ég. En gæti verið að það muni senda þér bara vídeo seinna, að þið séu að hugsa málið? Það er ekki mjög líklegt, það er örugglega ekki, alveg 100%. Nema þið sjá það núna og kannski hugsa. Já, best að vera með. Endilega vera með, menna það er frítt að taka þátt. Þetta er, það er ekki margar keppnir sem er frítt að taka þátt. Eins og segið þið þetta fara í hvert, bensínið. Ég held að ég myndi segja þetta væri svo fríasta keppni sem getur tekið þátt í. Já. Er eitthvað til einhvers að vinna? Er eitthvað verðlaun í boði og hvað þá? Já, það eru 30.000 krónur fyrir sigurvegarann frá mér, nú þegar. En svo ég eftir að fara í búðirnar á Akureyri og sjá hvaða búðir vilja styrkja þetta. Já. Og ef þau vilja styrkja þetta, þá mun ég náttúrulega sponsora þeim á vídeónu mínu sjálfu. Ég er náttúrulega með yfir 29.000 áskrifendur. Þú ert með svona YouTube-rás eða hvað? Ég er með YouTube, síðu. Já. Og þetta er svona einhver heimur sem ég er ekkert viss að allir séu alveg inn í. Þú veist, fólk er með YouTube-rás og það eru áskrifendur eða fylgjendur og þetta er einhver business þarna. Þú getur mala gullleila á einhverju svona, eða ekki? Já, ég seti ég fæ ekki neitt borgað fyrir YouTube. Nei. Þetta er bara svona hobby, búin að vera á YouTube í 7-8 ár. Já. Og mér finnst það bara gaman að búið til vídeo og fólk bara segir, vá, flott vídeo, og ég bara, vá, takk. En þetta getur samt ekki verið vinnan þín, því að þú var ekki borgað fyrir þetta þá? Nei, þetta er ekki vinnan mín. Hvað ertu að gera í lífinu? Bara, ég er að vinna á kaffihúsi, kaffitorgi, og er bara að vaska upp og þrífa og svona. Mér finnst bara gaman að hitta fólki sem er að borða og svoleiðis. Annars er ég búinn að vera að vinna í leikskóla, alveg frá því ég var 14 til 26 ára. Já, vá. Þannig að, ekkert annað. Ég var bara í leikskóla, alveg frá því. Það var engin önnur vinna. Já. En fannst þið gaman að vinna þar? Var það gott starf? Það var mjög skemmtilegt, já. En kaffihúsið er núna í gangi? Kaffihúsið, núna í gangi. Af því að það er stutt að fara. Og mér finnst það bara gaman. Já. En þetta gerur svona í þínum frístundum? Já. Hæfileika samkeppni? Já. Norðurlands gott talent og þú ert bara Akureyri eftir, segiru. Já. Og þegar þú ert búin að kannski safna fleiri verðlaunum eða styrkjum, þá ætlar að fara að banka upp á hérna á Akureyri. Já, í næstu viku þá ætla ég að byrja að spyrja búðirnar hverju vilja styrkja þetta. Já. Og þeir sem vilja verða bara í næsta þætti. Næsti þættur hjá mér verður komin eftir bara nokkra daga, því að
Og á hverjum 2 vikum kemur nýr þáttur á minni síðu. Ég þarf náttúrulega að finna atriðin, ég þarf að búa til vídeóið og já, náttúrulega, ég þarf að vinna í þetta svo. Og einhver dómnefnd, ert þú bara dómarinn, hver vinnur? Dómarinn allir sem horfa. Já, þú getur kosið þetta á netinu. Á netinu, það getur það frítt að, ef þú átt YouTube síðu, þá getur þú kommentað á vídeóin þegar dómnefndin byrjar. Það er að segja, þegar ég er búið með allt, þá koma kannski atriði sem eru svona svipuð á móti hvort öðru og þá fá þér að kjósa, fá þér að horfa og fá þér að kommenta. Útsláttakeppni, þannig að þú etur 2 saman og annar dettur út og hengist áfram, eitthvað svoleiðis? Jú, einhvern veginn svoleiðis. Ég hef ekki búin að ákveða ennþá, en ég ætla að reyna að hafa þetta mjög gaman og spennandi. Og hvað, sérðu, eitthvað svona draumafjöldi atriða? Hvað ertu komið með mörg atrið, veistu það? Ég kom með 15 atriði. Og svo bætast vonandi einhver við hérna á Akureyri. Jú, vonandi, já. Þannig að núna ef einhver er að springa á einhverjum hæfileika sem hann vill koma á framfæri, þá býður hann spenntur eftir að þú komir og bankir, eða getur jafnvel sendt bara strax. Eða bara sendt mér núna, spara eina hurð. Ég mun samt banka hér, en það verður eftir bara, hvort ég vilji gera núna eða seinna. Þið hafið alveg mánuð 2 til þess að gera atriðin, því að það tók mér mjög langa tíma að gera alla hinu bæina, en Akureyri ætti að vera mjög auðvelt. En það eru yfir 7.000 staðir sem fólk býr á. Til að banka á. Til þess að banka, já. Svo það mun taka alveg einhverja daga, já. Jú. Þannig að þú ætlar svona í lok ágúst kannski klárast þetta, mögulega. Mögulega, og það verður gaman þegar ég loksins búin með þetta. Já, bara kæra þakki fyrir komuna, Kristófer, og gangið þið vel. Og allir sem að springa úr hæfileika og vilja koma á framfæri, tekkið á Norðurlands gott talent.